rosalega er hann heitur hjá okkur potturinn í dag. Jæja, hvað segja pottverjar þá? Hann er heitur í dag? Já, hann nú snöggt heitara út en var í gær. Jú. Já, en hvað? Ræður ekki Davíð öllu? Já, það er nú spurningin. Agalega potturinn kaldur í dag. Heiti potturinn. Líflegar umræður næstum því hversdagslega hluti. Það hefur ekki farið fram hjá neinum sem að fylgist með tónlistinni að hljómsveitin Deep Purple eða djúpur fjólublár, eins og þeir hafa nú verið kallaðir hérna á landi, er að koma til landsins. Hljómsveitin Deep Purple var stofnuð í Boston 1972 í maímánuði. Það sem að kannski var svona mest einkennandi við upphaf þessari sögur voru þegar að Jack Hutchinson og Nilsson Blender komu saman, en þeir höfðu báðir starfað sem sjálfstæði tónlistamenn, sitt í hvoru horni. Og það var á námskeiði litgreiningu sem að var þá ný af nálinni sem að þeir fóru og voru á þessu námskeiði, enda voru þeir báðir að vinna við hönnun og voru svona uppteknir af þessu hippa anda sem var þá og það sem átti gaman að sketa að Blender var nú í sambandi við söngkonu sem seinna átt eftir að vekja mikla athygli. Sem var hver? Janis Joplin. Já. Sem var þá ung stúlka í high school. Hún og Blender voru saman? Já, hún og Blender voru saman og hún var svona æsku ástin hans og það var hún sem að hvatti hann til að fara á þetta námskeið til þess að vera í hippatískunni, til að raða saman náttúrulegum litum vegna þess að hún var svo mikið fyrir pasteliti eins og kemur fram í lögum eins og Give Me Some Pastel God lög og ef þú hlustar á lagið Me and Bobby McGee Me and Bobby McGee, he would never accept me for the colors I feel og þetta er tilvísun í þessa ofboðslegu þráhyggju hennar og þrá hennar eftir pastellitum, náttúrulegu mjúkum pastellitum sem eru einkennandi ef þú hlustar á tónlist hennar, ef þú hlustar á Janis Joplin Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz Mercedes-Benz sem eru undantekningarlaust í náttúrulegum litum. Einhver með leiðréttingar hérna, góðan daginn. Það var ekki Chris Kristofferson sem að samti hana Bobby McGee, en ekki Janis Joplin. Einmitt, já. Þetta er mjög útbreiddur misskilningur. Chris Kristofferson er skrifaður fyrir þessu lagi sem textahöfundur og hann flutti þetta lag með þessi sjálfur, Me and Bobby McGee. En hver er Bobby McGee? Það var margir velti fyrir sér og svarið við því má finna í öðru Janis Joplin lagi, Whom the Bell Tolls, eða hverjum klukkan hringir með Janis Joplin. Þá syngur hún, það er fræg laglína þegar hún segir hérna And many people ask me Who is Bobby McGee? And I always reply Bobby McGee, that's me. Er hún í rauninni Bobby McGee? Hún er Bobby McGee, hún kallir Bobby sem ung stúlka. Góðan daginn. Já, herru, hún er Belturs en með Metallica, ekki Janis Joplin. En er það ekki gamalt Janis Joplin lag sem Metallica tóku? Nei. Það er gæfir. Já, það er nú rétt hjá þessum hlustanda, hljómsveitin Metallica áttu nú eftir að gera þetta lag mjög vinsælt. Já. Kim Larsen, hinn danski bassaleikari Metallica, hann er hugsanlega sonur Janis Joplin, hann hefur nú sagt það sjálfur. Hún gaf hann er tökubann, það vita það allir. Já, er það? Já. Halló. Já, góðan daginn. Mér langar bara að segja ykkur að eini danski gaurinn í Metallica er víst trommuleikari. Kim Larsen er söngvari sjálfur. Er Kim Larsen söngvari? Já. Ok, fyrirgefðu. Eitthvað frægur danskur söngvari. Þetta er nú einhver misskilningur. Kim Larsen var lengi vel söngvari Metallica. Og hann er nú ekki ófrægari söngvari en það. En að þú hlustar á þessar fyrstu plötur með Metallica, fyrsta platan sem hét einfallega Metallica, og þar syngur Kim Larsen 3 aðallögin. Við erum nú að tala um Deep Purple, sko. Já, það er svolítið komið út úr en það er fólk búið að hringja Janis Joplin er búin að vera með Chris Kristofferson. Nú erum við að tala með einhverja plötu með Annie Lennox og Janis Joplin, það er alltaf að fara að gera einhver dúó. Já, ok. Það voru gaman að spennandi að heyra það. Já. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég var að velta fyrir með þessum starinn sem er fram með. Nú held ég að Janis Joplin hafi fallið frá 1970. Þetta er nú eitthvað
En hvað, þá erum við alltaf að gefa og- út plötu með Annie Lennox ef hún hefði fallið frá. Já, nú stendur nú bara í öllu sögubækum. Já, ég held eftir að lesa þær aftur. Já, það ekki. Ég held að vinur minn, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herði Janis Joplin lengur döðu, sko. Já, Dó 27 ára, alveg eins og Kurt Cobain og söngvarinn í Doors og fleiri. Já, þetta er ekki, þetta er svona góðsögn sem að við þekkjum ekki, sko. Takk fyrir. Takk fyrir það. Herðu, hérna eitthvað, fólk að halda einhverjum staðreinda villum fram. Góðan daginn, mér langar bara að mótmæla því að fólk sé að hringja inn í þáttinn Já. og leggja orði í munn. Já, við erum hérna að segja sögu Deep Purple. Það hafi verið neitt vittlust af því sem þið hefur sagt. Akkurat, takk fyrir það. Bara hlusta á söguna, sko. Akkurat. Það er það sem við erum að biðja um. Eins og stelpa sem hringdi á hann að Kim Larsen hefði dáið 27 ára. Bara rugl, sko. Hann er ennþá á lífi. Hann er ennþá í fullu fjöri. Já. En það er ekki Betur en það sé pappas Hansa. Er það? Er það? Kim Larsen? Eftir að það er hugum sögur mín heilt í mörg ár. Kim Larsen sé pappi Hansa. Hann fer alltaf eins og 2 ára að heimsækja pappa sinni í Danmark. Já, býttu, er það Kim? Eftir því sem hann segir og menn í kringum hann. En 1974 Já, ok, þá Blender var nú með hinn frægi söngvari Deep Purple. Já. Hann var nú sjálfur með svona sólólúpur sem hétt Blend Friends sem að breytti síðan í Carpet og Blending Carpets og það er ekki fyrir en að Blender stofnar Blender Family Album Corporation sem að fyrir eitthvað að gera svona tónlistarlega hjá honum. Já. Og þá hittast þeir aftur félagarnir á öðru litgreiningarnámskeiði. Rest is history. Og síðan halda þeir áfram að vinna og semja hvert snildarlagið á fætur öðrum og eru svo bara væntanlega hingað til Íslands bara eftir örfa á mánuði. Já. Ég á ekki von á öðru en að þeir hefji tónleikana á því að stíi verði reistur á sviðinu. Já. Og Blenderinn gerir þetta fræga stigahopp. Þetta verður spennandi, en hérna She's buying a stairway to heaven og þá springa ljósurnar, neonperurnar byrja að blikka. alveg er þetta magnað, sko. Við á leið til götuna en hamingjan aðeins korti mín. Þóknumst við í átt að afskipta leysi eða búum við kannski enn á Hótel Volkswagen.